Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, heyrðu, við höfum fjallað svolítið dánaraðstoð hérna við Rauðaborðið. Hérna fyrir einhverjum vikum komu þær frá félaginu Lífsvirðingu sem að vill lögleyfa dánaraðstoð. Ingrid Kullmann og Sylvian Lacolteur komu hingað og ræddu það og báru fram svona sín sjónarmið. Svo í síðustu viku ræddi ég við Steinunni Þórðardóttur sem formaður Læknafélagsins sem að sagði eiginlega svona sína sögu varðandi þetta mál því að hún var upphaflega svona frekar jákvæð gagnvart dánaraðstoð en það sem hún var formaður Læknafélagsins og erindi kom inn til félagsins að þóttu hún að kynna sér málið og hún sagði að eftir því svona kynntir þetta betur þá var hún eiginlega fráhverfari því að heimila dánaraðstoð og gekk raunverulega svo langt að þetta væri skref eða svona sem að við myndum stíga ef við myndum stíga yfir hennar þröskuld að þá sá hún fyrir sér að það gætu bara slæmir hlutir gerst. En þetta hefur verið viðfangsefni heimspekinnar, af því þetta nú svona spurningar líf og dauða og ábyrgð og rétt okkar og annað slíkt einhver tíma og meðal annars var Salvör Nordal að skoða þetta áður en að þú hvarfst inn í starf umboðsmanns barna. Það er rétt. Sem þú hvarfst svo sem ekkert inn. En frá þessu verkefni. Já, ég hef nú reynd að verða að kenna svolítið við háskólan meðfram mínu starfi, haldið aðeins áfram því og meðal annars verða að kenna heilbrigðis- og lífsviðurfræði. Þannig að ég hef það er svona sérstakt áhugasvið innan heimspekinnar. Þetta er alveg klassískt mál sem að heimspekin ætti að geta hjálpa okkur. Nema kannski gallinni þá að heimspekin kemur aldrei með skýr svör. Nei, hún kemur aldrei með skýr svör. Nei, og þetta er náttúrulega líka bara eðli þess svona mála. Þetta er náttúrulega eitt af þessum stóru siðferðilegu álitaefnum í samtíma okkar. Og þau eru álitaefni vegna þess að það eru mörg sjónarmið sem koma að og það er erfitt að alveg segja af eða á. Og það er bara eðli þessara mála. Þannig að og það verður ágreiningur svona mál bara held ég í framtíðinni. Þetta er ekki eitthvað sem við getum með einum auðveldum hætti skorið úr. Þannig að hittast líka svona álitamál svona hvort að við höfum bara siðferðilegan rétt til að deyða einhvern. Það er eitt. Svo finnst manni stundum vera svona einstaklingsréttur umfram samvisku samfélagsins, þannig að það eru svona margir svona straumar í hugmyndum okkar sem að skella þarna saman. Algjörlega, og svo bætist við tæknin og þróun læknisfræðinar og fólk sem hefur lifað af allskyns mjög erfiða slys og er að lifi lengi kannski mjög erfiða sjúkdóma og það náttúrulega líka kallar á það að spurningi hvenær á að hætta meðferð og hvenær á að jafnvel að flýta fyrir döðanum. Þá komum við líka stjættarlegum sjónarmiðum og fleira þessum sumir hafa efni á meðferð en öðrum er bara boðið upp á dánaraðstoð. Já, þannig að það er svo mörg sjónarmið sem geta komið þarna inni og margt svona kannski líka í nútímanum sem svona kallar á þetta og þú nefnir sjálfræði. Það er auðvitað hefur verið mjög sterkt í svona siðfræði nútímans eða samtímans að það er mikil áhersla á frelsi einstaklingsins réttindi og sjálfræði. Og fólk talar oft það þetta er mitt líf og mitt val, má ég ekki stjórna því hvað ég geri, hvernig meðferð ég fæ, mjög mörg af þessum siðferðilega álitaefnum í heilbrigðis- og lífsviðurfræði snúast voða mikið þetta sjálfræði einstaklingsins. Svo til dæmis í varðandi dánaraðstoð þá þarftu náttúrulega aðstoða einhvers annars og þá er spurningi hvað með stöðu þess aðila. Í sumum tilvikum auðvitað ef við erum að tala bara heilbrigðis- og lífsviðurfræði almennt, ég meina þungunarof er kannski meira svona einstaklingur, það verður ekki til annar einstaklingur, það hefur verið að ljúka meðgöngu en leið og við erum að fara að tala tæknifrjóvganir, þá erum við að tala einstakling sem verður til og hann kemur til með að hafa réttindi og sjálfræði líka, þannig að þá þurfum við að fara að hugsa aðra hluti. Þannig, og svo þurfum við alltaf í heilbrigðisþjónustunni að hugsa það hvað er hægt að bjóða heilbrigðisstarfsfólki. Hvað má það hætta eða taka ekki þátt í ákveðnum aðgerðum eða ákveðinu meðferð eða stríði gegn þeirra lífskoðun.
Það er verið að labba bara gegnum þetta. Já. Ef ég vil deyja Já. og á ég rétt á því að heilbrigðisstarfsfólk aðstoð mig við það. Segjum að ég sé bara í þeirri aðstöðu að ég get ekki bundið enda á líf mitt sjálfur. Já. Vegna bara eitthvað svona lömunar, getur bara ímynd okkur það. Já. Og ég vil ekki lifa lengur. Og ég hef ekki trú á þeim meðferðum sem að þeir eru að bjóða upp á mig. Já. Og presturinn sem að kom áðan og vera samfærður að líf mitt hafi samt eitthvað gildi í eitthvað slis og ég er bara ekki samanlega. Ég vil bara fá að deyja. Já, sko, þarna komum við að því að það er að mínum viti mjög mikill munur á því að ræða þá til dæmis stöðu þína mögulega. Ímyndu stöðu þína í þessum aðstæðum og svo að hugsa hvernig ætlum við að setja löggjöf eða ramma utanum þessa þjónustu. Þannig að hvernig stefnu eða hvað stefnu að ég var að taka í þessu. Og í þessu máli finnst mér vera mjög langt bil þarna á milli. Það er oft, og maður hefur mikinn skilning á því þegar maður heyrir einstök dæmi og kannski hefur þessi umræða líka oft verið knúin áfram af sögum eða frásögnum einstaklinga sem eru í óbærilegri stöðu. Og til dæmis erlendis, þar sem hefur verið kannski mikið fjölmiðla umræða það. Og þá hugsa maður, sko, ekki myndi maður vilja vera í þessari stöðu. Og þannig að það er eitt að spyrja, velta því fyrir sér og þá getur maður alveg svona siðferðilega sagt það er ekki því til fyrirstöðu að þessi manneskja fá að deyja. Nema kannski það að ef við búum til form í kringu það og lög í kringu það, að þá erum við komið með einhvern óskapna sem við viljum ekki hafa í okkar samfélagi. Já, eða það getur bara orðið mjög flókið að setja þann ramma sem svona heldur, sem verður þannig að hann breyti ekki sko heilbrigðisþjónustunni eða skapa ekki þannig stöðu að það verður það getur verið bara skapa nýjan vanda og og fyrir fólk sem í þeirri stöðu að vera deyjandi eða vera langt gengin með alvarlega sjúkdóma. Samfélag hafa reynt þetta, Kanada, Sviss. Holland er náttúrulega kannski það land sem flesti líta til vegna þess að þeir hafa náttúrulega verið mjög lengi með þessa þjónustu og hún hefur þróast mjög lengi þannig að hún hefur líka einhvern veginn svona náð ákveðni fótfestu og hinn löndin, sko, til dæmis Kanada bara fyrir nokkrum árum og Belgía líka hefur og var svona kannski svolítið snöggar ákvarðanir sem eða svona skyndilegar eða þannig sem leyfðu þetta. En þetta er eitthvað sem þarf að ræða mjög mikið og velta fyrir sér og svona líka tengist þetta enn öðru og það er auðvitað ýmislegt gert við alvarlegum sjúkdómum og við lok lífs. Það eru grásvæði þannig á milli. Já, og það eru auðvitað alls konar meðferðir sem eru leyfðar og eru viðurkenndar. Ég meina það er náttúrulega viðurkennt núna, það var ekki lengi vel og að því vorum líka að tala um þessa tækni og það að sko hætta meðferð, að taka tæki úr sambandi og segja bara nú það er ekki meira, þessi meðferð sem við erum að gera er ekki lengur að þjóna neinum læknisfræðilegum tilgangi. Lífsloka meðferð með aðgerðarleysi. Já, og síðan það er beinlínis að hætta meðferð, það er síðan að hefja lífsloka meðferð. Og lífsloka meðferð reyndar eða það er líknarmeðferð og nú er orðið líka mjög mikil þróun í líknarmeðferð, hún byrjar oft mjög snemma í fólk getur verið bara farið fljótt að líknandi meðferð og síðan þessi lífsloka meðferð þegar fólk það er augljóst að það er skamt eftir. En munurinn sá að það er gert eitthvað til þess að enda lífið. En í hinu tilfellinu er eitthvað sem er ekki gert til þess að framlengja það. Það er munur þar á það ekki. Já. En sko þá ertu komið með eitthvað sem ítir á eitthvað takka eða gerir eitthvað. Já, einmitt. Til þess að benda enda sem líf. Sem beinlínis hefur þannan ásetning að enda lífið og við höfum auðvitað, ég meina það er sko við erum náttúrulega með mikinn lagabálk gegn því að fólki sem deyðir aðra mannesku
Þannig að það þú veist, Og við ekki þurfum að vera, Og ekki ástæðalausu. já, og við þurfum að hafa, við þurfum að finna leið sko til sem réttlæti þennan ásetning umfram annan ásetning. Og og svo þetta náttúrulega líka þannig að þetta dauðinn sem er að ræða og hann endanlegur. Og, það ekkert úps. Og þannig að ef það verða eitthvað svona mistök eða eitthvað óljóst, þá þetta mjög afdrifarík náttúrulega ákvörðun að taka, eða mjög afdrifaríkt skref. Þannig og við höfum náttúrulega, við sjáum það líka, það hafa auðvitað verið mál þar sem kannski fólk að velta fyrir sig hvort það hafi verið ótímabært fólk sett á lífslokameðferð eða skilur þetta getur náttúrulega verið mjög sásakafullt. Þannig að þarna eru bara mjög vandasum svæði þar sem við erum að fara að feta okkur inn á og erfitt að setja þessi mörk. Og flókið. Og þótt að þú veist, við verðum sem samfélag ræðum þetta því þetta bara grundvallaratriði. Já, við verðum að ræða þetta. Það ekki þar mikið að við tölum okkur niður á sameiginlega niðurstöðu. Nei, við verðum sem samfélag og við verðum kannski líka að vera óhræddari við að ræða dauðan og þessar meðferðir sem í boði. Þegar ég held að það sé oft þannig og maður hefur jafnvel heyrt að innan heilbrigðisgeirans að heilbrigðisstarfsfólk sé ekki alltaf alveg meðvitað hvað felst í ólíkum meðferðum við lífslok eða hvernig og þannig og hvað þá almenningur. Þannig það þarf að vera miklu meiri umræða þetta og fólk þarf að átta sig á því vegna þess að svo hefur maður líka hitt fólk sem hefur verið að velta fyrir sér. Finnst kannski lífslokameðferðin vera þannig að það sé raunverulega verið nánast upplifaða jafnvel eins og að sé vera deyðamannesku. Af því það auðvitað verið að gefa mikið morfín og mikil og hætta öllu bara að gefa vökva og ýmislegt sem maður sem að kemur mörgum óvart að það umverulega verið að ýta fólki í áttina að dauðanum með því að því fólk sem getur ekki innbyrt vökva og annað slíkt. Og það ég talaði við son aldraðra konu sem var sett í lífslokameðferð í janúar og hann bara andmælti því og hún á lífi hún á lífi í dag. Þannig að þessu gráa svæði að það ekki þannig að þetta sé einhvern veginn liggi allt klart fyrir. Nei, akkurat. Og svo við kannski líka, ég meina mögulega að það er svona kannski tvennt að gerast, það er ýmsir sem vilja leyfa dánaraðstoð. Og svo líka mikið þrýstingur frá aðstandendum að veita þá meðferð sem hægt að veita mjög lengi. Og fólk vill ekki sleppa tökunum. Þannig að það verið að gefa til dæmis öldruðu fólki jafnvel sýklalyfja meðferð. En ég meina, þú veist, við þurfum líka svona svolítið að hugsa það með dauðan, það kemur á honum. Og lúnabólga var nú stundu talað sem svona besti vinur gamla fólksins. Ég meina við megum ekki berjast heldur kannski of mikið, þannig að við þurfum þetta alltaf að spila saman. Og fjölskyldur eru að ræða þetta þegar aldraði foreldrar að fara á hjúkrunarheimili að þá þurfa reynt að fá eitthvað svona skilning hversu langt á að ganga til þess að halda lífi í viðkomandi. Akkurat. En það náttúrulega eru ákvarðanir líf og dauða og skiljanlegt kannski að sumir erfiðleikum með að segja bara já eða nei eftir hvað það bara þannig. Já, það er mjög erfitt. Það er auðvitað mjög erfitt. Þetta eru erfiðar ákvarðanir. En þetta með að taka ákvörðun að deyða eitthvað, þá náttúrulega einhver sem gerir það og við þekkjum það bara í sögunni að á miðöldu voru böðlar en þeir voru með hettur til þess að þekktust ekki. Þegar það var talið vera sök sem er ekki hægt að bera persónulega. Þannig að þú einhvern veginn samkomlega setti sig við það að einhver gangi bara inn í eitthvað hlutverk sem enginn vill vinna. Og þetta fylgir og ég með það sem fannst áhugavert í Steinunni að mér fannst þess að hún væri komin á þá niðurstöðu að þetta væri einfaldlega bara hurð sem við mættum ekki opna. Og væri eins og það var hljómaði svolítið eins og það væri ekki tilvíljun að allar menningar í gennum tíðina hafa hafnað þessu.
Það var ekki að því að fólk væri svona vitlaust í gamla daga Nei, og þú veist, og það er kannski það sem að við erum með í höndunum er ákvarðanir sem að hefur bara fyllt manninum frá örófi, sko. Þannig að gömul menning er ekkit lakari í að taka þessu ákvarðan heldur við. Nei, það er alveg rétt. Og ég allar segja bara, þetta er algjört no. Já, ég meina, mér finnst sko, ég hef nú, eins og ég segi, kendi þetta lengi og þetta efni og hef haldið fjölda fyrirlestra þetta við það. Verður einhver nær? Og ég einhver nær, sko, en ég get bara sagt það að ég finnst sko, ég get alveg skilið þessa umræðu mjög vel og ég get alveg séð að í einstöku tilvikum þegar maður horfir á, ég hef fulla samúð með því. Hins vegar hef ég verið mjög varkár í að ég alltaf hafa sagt, þú veist, ég held að verði mjög flókið og erfitt að setja einhvern ramma sem við erum sátt við. Og það er bara, já, ég held að þetta er, sko, og það er náttúrulega ekki hægt að gera þetta nema í mjög góðri samtali við lækna sem í flestum tilvikum eru þeir sem, vinna þetta verkefni eða veita þessa þjónustu. Og þú endar alltaf með samt með því að það eru sömulæknar sem mundu setja sig við þetta, það er ekki og hvað þarf að gera í því? Já, ég veit að til og með að það allavega var mikil átök með að lækna í Kanada, sko, þegar þetta var leyft þar og þá er spurningin, sko, og það er mikil umræða í sumum löndum það hvaða læknar eiga þá að gera þetta. Er það fólk sem eru það sérgreinalæknarnir sem eru annast daufana fólk með líknameðferð eða eru það heimilislæknar eða ef það kemur sjúklingu til þín og vill fá þessa meðferð og þú vilt ekki veita hana átt að vísa okkur sem þú veist að veitir þessi þjónustu og svo framvegis. Það er alls konar svona spurningar sem eru með að lækna og þannig að það þarf auðvitað að gera það. Síðan er náttúrulega það að sko það eru margar kannski einn höfundur sem ég oft vitnaði, einn heimspekingur sem hefur verið að fjalla um þetta. Hann hefur velt þessu fyrir sér að hvaða þýðir að bjóða upp eða bæta þessum meðfrakosti inn í heilbrigðisþjónustuna. Hvað þýðir það að þetta sé orðin einn valkostur? Mun það ekki hafa það í för með sér að það verða allir að taka afstöðu til hans með einum öðrum hætti. Þú ert komin á ákveðin stað að þá þarftu að velja það að lifa áfram. Ekki bara að þú ert að taka afstöðu til og segja nei, ég vil ekki vil ekki þessa þessa meðferð sem eru í boði. Ég vil bara fá að halda áfram. Þannig og þá kemur kannski, jáfnvel þá þarftu kannski að fara að réttlæta það. Að þú vilt ekki dánaraðstoð. Þannig að og þá er þetta svona, sko, kemur ekki til með að breyta, sko, svona viðhorfi til dauðans eða þeirra sem eru dauðvona. Það er ein rök sem Áttu við að það væri svona Salvar auðvitað getum við farið í þessa meðferð sem er í boði en hún er bara ansi dýr og það mun ganga mjög nærri fjölskyldu. Já. En hinn kosturinn er náttúrulega dánaraðstoð sem er billeg. Já, og ég meina, við getum ekki lofað að verði einhvern aukin lífsgæði hjá þér í hinni meðferðinni en þú verður náttúrulega á lífi og það er náttúrulega ómögulegt að lífið er náttúrulega þannig líka að þú veist, það er ekki 20% líf. Það er lífið alltaf bara eining. Já, nákvæmlega. Þannig að það séu hættunar að þetta sé eins og valkostur Heru sem fór í Eurovision að það sé varpað yfir á einstaklingin. Að hann þurfa að taka þessu ákvarðanir eigin líf. Já, hann kemur til með að þurfa að gera það. Og það mitt líf sé þess virði. Og aðrir sjá náttúrulega þennan mannesku til dæmis sem kannski er orðin mjög veik. Að hún hafi þennan valkost og maður velti fyrir sig, akkur tekur hún ekki? Skilur, það er alls konar svona sjónarmið sem geta komið inn og breytt eða haft áhrif á það hvaða, þú veist, það er ekki bara þá lengur þannig að maður bara lifið þangað að deyr, heldur maður þarf að taka afstöðu á einhverjum tímapunkti, allar maður að lifa áfram eða vill maður fá þessu þjónustu. Já. Þannig að maður tekur ekki eins og þessi gjöf sem að mér ber að fara með. Heldur ég bara, þetta er linnulaus markasvara þetta líf. En það er ég þarf að taka bara ákvarðanum það. Og svo náttúrulega hefur auðvitað verið bent á það að heilbrigðisþjónusta er mismunandi líka eftir löndum
og hún mismunandi dýr og þungbær einmitt þú nefndir hérna kannski fyrir fjölskyldu ef fólk á hérna dýri líknameðferð eða hérna að þá þetta líka spurning hvernig kemur þetta til með að hafa áhrif á hérna hópa, mismunandi hópa, fólk sem hefur efnaminna fólk eða fólk sem hefur ekki hennan stóra fjölskyldu stuðning eða skilji, það getur alls konar svona komið inni og auðvitað vitum við það að, eða manni svona sýnist það að yfirleitt sé það þannig að þeir sem eru veikastir fyrir í samfélaginu þegar verður að bjóða upp einhverja hluti að þá bitnar alltaf mest á þeim. Þannig að hérna eða líklegast að það kannski skaði þá meira heldur en aðra. Ef þú hefur engan annan kost heldur en að þjást eða líknameðferð, þá ertu líklegri, þá ertu líklegri að velja hana. En svo er þetta búið að vera mjög mikið, en svo er þetta búið að vera mjög mikið þróun í líknameðferð og hérna og hún miklum gæðum víða. Þannig að, hérna, að það líka spurning, sko, þú veist, maður getur líka velti fyrir sér, af hverju þessi krafa svona mikil og vaxandi, ekki bara hér á landi að annars staðar líka. Hvað það sem kallar á hana? Það vegna þess að við erum að lifa lengur, með þunga sjúkdóma, erum við ekki að sinna nógu vel fólki sem mjög veikt? Það, þú veist... Þau eru kannski að líka renna fyrir okkur upp sem samfélag og maður heyri það bara í umræðu stjórnmálafólks að það að renna upp fyrir fólki að við getum ekki sinnt öllum endalaust. Nei, þetta eiginlega bara ómar í umræðinni, sko. Ekki með þessum orðalagi, en það undirliggjandi, sko. Öldru þjóðarinnar leiði það að byrði... Gamla fólki byrði, það heilbrigðisbyrði þess að verða svo mikil. Já, það kemur fram eiginlega bara í hverju viku að það verður að tala um að við erum orðin svo gömul eða þjóðina verða elda svo mikið og þetta verður svo þungt. Og og það náttúrulega bráðum fer maður að tilheyra þessum þungahópi sem þetta ekkert gaman að örgla fyrir að vera í þessum hópi og þetta sé stöðut ástæðan fyrir sko vanda heilbrigðisþjónustuna, þetta sé þannig. Þannig að en svo það kannski líka það að við erum, eins og ég var að nefna á þann, að við erum viljum ganga svo langt í að veita meðferð sýklameðferð eða sýklalífemeðferð og alls konar meðferðir þegar fólk samt orðið mjög gamalt og það kannski, við þurfum líka að vera tilbúin til að kveðja. Þannig að það svo margt svona þversagnakennt í þessu. Já, en að því þetta svona grundvallaratriði, hugmyndin ein, heldur það sé þannig að bara hugmyndin ein að við getum valið dánaraðstoð, að hún hafi einhvern veginn svona afgerað eða geti breytt hugmyndum okkar þú veist, hvers virði líf mitt í samfélaginu eða þarf ég að sanna virði mitt í samfélaginu til þess að fára með að það geti haft svona... Já, ég held að þetta geti haft áhrif á sérstaklega svona innan heilbrigðisþjónustunnar. Þetta geti haft áhrif. Þannig að það sé þannig skref. Og það stundu verið að tala um það að þetta geti mögulega stýrt ákvörðun fólks, sko, að þú veist, ef þú bara með minni þjónustu að þá meira ákall á þessari meðferð vegna þess að fólk náttúrulega það mikilvægt að geta fengið verkjastillandi meðferð og þeir líði fólki sé gert kleift að líða þess vel og hægt og fá góða þjónustu og ef gamalt fólk eða mjög veikt fólk finnur það að það bæði orðið byrði. Það byrði á samfélaginu, það byrði á aðstandendum, þá náttúrulega, og það fær ekki nógu mikla verkjastillingu og það ekki að hugsa nógu vel um það. Ég meina þá þetta náttúrulega kannski auðveldari leið að þykja þessa þjónustu. Þegar þú dregur upp svona dæmi að þá svona gert ráð fyrir því að það sé allt í boði, en það þarf að tvo til þess að hinn gamli sé byrði. Að það þá minni vilji til þess að sinna honum og það búið að koma honum einhvers þar fyrir og það kostnaður við það og þannig þetta spilar alltaf saman. Þetta getur spilað alveg saman, sko. Þannig að svo eitt sem Þannig ímyndu dæmin kannski hjálpa okkur ekki endilega, sko. Að því að leið og ákvörðinu komin að þá breytast forsendur. Já, það nefnilega það sem gæti gerst, sko. Og og síðan það, sko, svo til dæmis að því að vera nefna með, sko, ramman, hvaða ramma á að setja. Að til dæmis, hvað
hvernig var skilgreina sem sagt í lögum að hvað þarf til að manneski geti fengið þessa meðferð. Í einhverjum lögum það sko, annars staðar það sem sagt til dæmis í Hollandi sko það sé óbærilegu sársauki. Í Belgíu sagt sko orðað á ensku allavega medically hopeless situation. Þú veist það sé ekki hægt að gera neitt fyrir viðkomandi. Í Oregon það sko að dauðvona innan 6 mánaða. Þú veist þetta er vandasamt að ákveða. Og í Oregon reyndar, þú veist, það þannig að það ekki beint eða það leyft sko dánaraðstoð eða líknardráp eins og það var nú alltaf kallað. Þá það sú leið sem var farin þar er líknar sjálfsvíg með aðstoð læknis. Þannig að þá gefur læknirinn bara lyf og leiðbeiningar en viðkomandi fer heim og gerir þetta sjálfur. Þannig að það er ekki læknirinn er ekki viðstaddur þegar þetta er gert. En þú veist, það hefur líka komið fram í sko könnunum sem hafa verið gerðar allavega í nokkrum rannsóknum sem ég hef séð að þetta er þungbært fyrir lækna. Að þú veist, jafnvel þó að þeir séu sko hlindir þessu og hafi tekið þetta að sér að þá er þetta þungbært og það var við vorum með, þegar ég var í Norrænu lífsýfræðinefndinni þá vorum við með ráðstefnu þetta efni fyrir nokkrum árum síðan og þá kom hingað krabbameinslæknir frá Bandaríkjunum og hann lýsti þessu að þú veist, hann er hefur aðstoð sína sjúklinga einhverja með svona líknar sjálfsvígi. En hann sagði að mér finnst það alltaf jafn erfitt þegar viðkomandi, sko að því hann biður þau alltaf að láta sig vita hvenær það ætla að gera þetta, kannski degi fyrir eða eitthvað og þegar hann fær þetta símtal, hann finnst það alltaf jafn erfitt. Þannig að það er einhver lína eins og þú ert búin að vera að segja, sko, það er í hugum okkar og það er spurningi eigum að þora að taka skrefið yfir hana. En akkur er þessi lína hana? Hún er náttúrulega út af ykkur í svona reynslu hvernig við höfum samfélag. Hún er einhvern reynsla af einstaklingnum sem að vill deyja og oftast svara samfélagið bara við getum ekki aðstoða við það því að þá deyju við sem samfélag og það er einhver samfélagslega skaði. Það er einhver, og það er og það er líka þessi, sko. Eða er þetta bara hindurvitni sem er höstum okkur? Hvernig ætlar að skilgreina þetta? Það er ásetningur að deyða mannesku sem við alla jafna höfum sagt algjört nei við að það sé ekki leyfilegt. Þannig að það þarf að vera og þá þarf þetta skilgreina, þú veist hvað þarf til, ég meina eins og þetta, ertu daufan innan 6 mánaða eða svo getur það náttúrulega verið mjög vandasamt mat hvað fólk á langt eftir og óbærilegu sársauki, ég meina það er, þú veist, er hægt að meðhöndla sársaukan, er sársaukin eitthvað sem er tímabundin og mögulega hverfur, þú veist, ég meina við getum lent í slysum, það er óbærilegu sársauki, en það er ekki endil, en við getum lifað af og með einhver tímanum gróa sárin, sko. En þá sem kemur fram með óskina, það er eiginlega að gefa sér að hann lifir við óbærilega sársauka. Annars kemur hann ekki fram með óskina að fá að vilja deyja. Já, og svo náttúrulega þessi, sko, munurinn á andlegum sársauka og líkamlegum sársauka. Og til dæmis eins og þetta er leyfilegt núna til dæmis fyrir fólk með geðrannasjúkdóma, til dæmis í Belgíu. Og á þessari sömu ráðstefnu komið mitt geðlæknir frá Belgíu og var að lýsa þessu að ég meina þar til dæmis þá er vandinn sá að þegar fólk með geðsjúkdóma kemur til geðlæknis og vill stytta sér líf að þá eru þetta alltaf verið hugmyndin, ég meina við reynum að telja hann ofan að því og reynum að hjálpa honum til að sjá að þetta er ekki lausnin en núna er þá mögulegt fyrir geðlæknir að segja já, einmitt, viltu það, á ég að hjálpa þér og þá var hann einmitt að ræða það þetta er algjör umpólun á þeir afstöðu sem læknirinn hefur til sjúklingsins og hann var að nefna einmitt að það væri svo mikilvægt þá að taka góðan tíma, ég vil marga mánuði til að ræða við sjúklingin þetta og það oft skýrði hugsunina fyrir báðum og sérstaklega fyrir sjúklingnum að kannski væri þetta ekki það sem hann á endanum vildi. En þá er líka, sko, þarf læknirinn að ræða dauðan kannski aðeins á öðrum forsendum
heldur hann að segja nei, þú mátt ekki deyja og segja, byrju, hvað er það sem þú ert að hugsa þú veist, og reyna að meta sjálfur hvort þannig það sé réttlætanlegt að hjálpa honum. Já. Þannig að þetta og þannig að það eru svona hópar, sko, og við erum að sjá það náttúrulega líka í nágrannlöndunum þar sem leyfa þetta, að það sko, fyrst kannski sáum við þetta fyrir okkur fyrst og fremst krabbameinssjúklinga. Eða fólk með alvarlega hjarta- og æðasjúkdóma, sko, fólk sem orðið mjög veikt og búið að glíma lengi við sjúkdóma. En og það er komið að einhverju stigi að það bara getur ekki meir. En svo hefur þetta verið að vika út og það hafa verið að koma upp dæmi, sko, það sem bara fólk eru leitt á lífinu. Það er ein kategórían. Þú veist, það var alkoholisti, sko, sem var á 50-aldri og búin að fara í fullt af meðferðum og bara við með óbærilegan sársauka út af þessu og hann fekk þessa þjónustu. Þannig að þú veist, það er alls konar dæmi að koma upp núna sem eru annars eðlis en við kannski sáum fyrir okkur, sko, fyrir 10 ára síðan. Og svo náttúrulega fólk með elliglöp eða með Alzheimer's sem er sko, það er auðvitað kannski sá sjúkdómur sem við svona sem eftir því sem maður eldist fyrir að óttast mest að fá og er náttúrulega fólk missir alla getu svona með tímanum og þá hefur fólk verið að velta fyrir sér, getur það einhvern veginn búið þannig hnútana að það sé áður en það er orðið verulega veikt að það sé búið að ákveða að ég vil fá okkur ákveðnu stigi fá þessa þjónustu. Þá komum við inn á það sem er svona mat á lífi sem þessu virði að lifa. Já, þá er það nákvæmlega. Eins og til dæmis ef við tökum alkohólistan 50. Já. Og þetta er þetta hans mat en það er náttúrulega mótað af hugmyndum okkar hvað er verðugt líf. Já. Og ef að þú skrifar undir ef að Alzheimerinn heldur áfram að þróast og þá vil ég deyja, þú ert náttúrulega önnur manneskja heldur en svo sem ert á banastundinni. Já, algjörlega. Og þú kannt ekki að meta það. Hvers virði lífið er. Nei, einmitt. Og þú veist getur bara spurt ungt fólk sem ungu fólki finnst það bara ekki þess að virði þess að lifa eftir 30 og svo verður þau 30 og kemst við 30 og kemst að því að það bara er afrátt, lífið er bara og svo erum við auðvitað með ákveðnar hugmyndir sko, eins og til dæmis, ég meina þetta er líka eins og með fötlun, fólk sem er kannski að glíma við hrörnunarsjúkdóma og svo hugsaðu það, þú veist, þegar ég komin á þetta stið þá vil ég ekki lifa, svo það kemst það á þetta stið og þá er bara útsýnið allt annað, sko. Þannig að þegar lífið er, að einhver leiti er lífið bara eitt, sko. Já. Einhver leiti er lífið bara eitt kraftaverk, sko, sem við eigum. Einmitt, og það er hér og nú og ég meina, og þetta er svo afgerandi, afgerandi ákvörðun. Þannig að en þetta er það sem svona verið er að glíma við að getum við einhvern veginn komið í veg fyrir það að þetta viki út með þessum hætti. Og lausnin hefur ekki fundist ennþá. Nei, lausnin hefur ekki fundist og þetta er ekki, sko, þetta er bara eitt af þessum siðferðilega álitamálum og málum sem við erum að glíma við bara í mannfélaginu, sko, að það er ekki einhvern ein lausn og þess vegna er líka mjög áhugavert bara að fylgjast með því hvað er að gerast í þeim löndum sem er verið að leyfa þetta, bara hvernig er þetta þróast og hvers konar vandamál er að koma upp, hvernig gengur til dæmis að hafa eftirlit með þessu. Þú veist, það eru svona mismunandi kannski hvernig það hefur gengið þannig að þú veist það er svo margt sem þarf að huga af. En við erum samfélag og við erum svona lítið samfélag væri það bóðleg afstaða að við tækjum við þurfum að hugsa þetta og ræða þetta svona í allavega næstu 10 árin en ef að þú vilt deyja að þá getur náttúrulega bara farið til Sviss eða Hollands. Já, ég náttúrulega... Það var afstafa yfirstéttarinnar gagnvart þungunarofi miðja síðsöld að við erum á móti því en ef að þú ert í þá getur þú farið til Danmerkur. Já. Það ég er bara að velta það því að þetta er svona stundum erum við með einhvern mál sem að bara þurfa mikla deglu og borga sig ekki að vera að reyna að ýta okkur að niðurstöðu eins og ömurlegt og það getur verið fyrir þann sem að vill það. Já. Ég meina við erum auðvitað með svoleiðis mál, ég meina eins og til dæmis með staðgöngumæðrun, sko. Að ég meina það er búið að vera í talsverðu umræðu á Íslandi og það var gert frumvarp, mjög ítalegt og vanda frumvarp raunverulega það mál fyrir einhverjum árum síðan og
og síðan ákvað þingið að setja það í salt sko, en það breyti því ekki, það fólk að fara til útlanda og kaupa sér þessa þjónustu. Þannig að og við lifum auðvitað líka í þannig heimi í dag að það hægt að fara og svona versla þetta eða sérstaklega shop around sko. Já, sem eina aðferðin við að lifa við eitthvað sem bara ólík sjónarmið og það ekki komið niðurstaða. En sko, en þetta en allavega ég held að þessi umræða dánaraðstöðu eða líknardráp hér á Íslandi mjög skammt á veg komin. Og ég held að hún Ég var hissa að sjá þetta inn í þinginu sko, því að mér finnst það bara engin umræða. Nei, það hefur ekki verið, þannig að það þarf virkilega. Þetta er ekki svona hálfbakað sko. Og svo finnst manni líka sko að, þú veist, við þurfum líka að velta í fyrir okkur, við erum að ræða mikið vanda heilbrigðisþjónustunnar og hún get ekki sinnt þessu og hinnu og svo framvegis. Og höfum við sko, tími og eigum að setja tíma og fjármagn til að reyna að innleiða þennan valkost. Er þetta brýnast í sko, stöðun í dag? Þannig að við þurfum svona líka svona að hugsa hvað þolir heilbrigðisþjónustan í akkurat núna, en ég held að við þurfum virkilega að ræða þetta og við þurfum að ræða þetta frá svo mörgu sjónarhorni eins og við höfum svona aðeins reynd að koma inn á. En maður heyrir ofta sko rökin út frá svona persónulegum reynslu og dæmum. Já. En þarna til þess með aukinn kostnað sem við höfum nefnt á fyrir sjáanlegt, greinur það í umræðu bara út í heimi að það sé þrýstingur sem að kemur að við verðum eiginlega að hafa dánaraðstoð vegna þess að við getum ekki, við höfum bara ekki efnað að hafa hann ekki, af því að kostnaðurinn við umönnun okkar kynslóðar verður svo mikil. Nei, ég hef nú kannski ekki merkt það, en ég bara man eftir ég lasið það á sínum tíma þegar Oregon var að ræða þetta, að þá var þeir sem voru á mótfallnir þessari leið þá, að þeir lögðu mikið upp úr því að líknar meðferðiði aukin og bætt í ríkinu á móti og það yrði að vera en ég veit ekki hvernig svo umræða kannski hefur þróast, en þetta eru tiltölulega lítið prósent af dauðsföllum sem eru í þeim löndum sem þetta er leyft. Þá er þetta tiltölulega fámennur hópur sem velur þannan kost, allavega enn sem komið er. Þannig, en svo er eitt landarlega, sko, þú veist að því að við nefndum hann í upphafi sko sjálfræði, menna við viljum mitt líf, mitt val og svo framvegis, sko. Við lifum á tímum svona svolítið mikillar einstaklingshyggju. Það sem að einstaklingurinn samfélagið er eiginlega bara samansafn af einstaklingum, sem að við nú bara í Thatcher. Svona hugmyndun að samfélagið sé eitthvað sem við eigum sko sameiginlega og þurfum að gæta, hefur fyrir frekar hallandi svona undan fyrir 40 ár. Já, algjörlega. Og svo er annar sko hlut af þeirri umræðum sjálfræði er það að það er kvíðvanlegt fyrir nútíma fólk að sjá að það missi getuna til að stjórna lífi sinu eins og það hefur kannski gert. Þú veist að það er að vera sjúklingur, vera öðrum háður, missa einhverju leiti stjórn á svona sínu daglegu lífi, það er ógnvænlegt fyrir fólk. Við höfum við lítum líka á það, þá erum við einhvern veginn byrði og þá getum við ekki það sem við sjáum fyrir okkur, við getum ekki það sem við gerum og við þurfum kannski líka svolítið að ræða það. Þú veist bara, þá erum við einhvern veginn bara komin á einhvern berangur og við erum bara einhvern veginn hjálpar þurfi. En sko það er einhvern veginn svona hugmyndir að við það sé svona ef við erum hjálpaþurfi þá höfum við ekki virðingu til dæmis. Þú veist að því, til dæmis eins og lögin í Oregon heita sko Death with Dignity Act. Þannig að þetta er mjög oft tengt því að deyja með virðing, eða það er einhver virðing í þessu. Meiri virðing að deyja sko með því að maður stjórni því og maður fái sprautu, heldur að maður bara deyja eins og bara hörn og vissna eins og haustlöfin. Já. Eins og við flest munum líklega deyja sko. Já, nákvæmlega, og það er þessi og full virðingi því svo sem. Ég myndi halda það sko, og þannig hefur fólk dáið sko í gegnum aldirnar og það er ekkit minni virðing heldur en það er einhver svona, við höfum svona einhverja hugmyndir það að við þurfum einhvern veginn að hafa stjórn og ef við missum ekki stjórnina og sjálfræðið okkar alveg, eins og við höfum það í dag, þá
þá missi lífið einhvern veginn virði og hérna við höfum ekki og við missum sjálfsvirðingu, við missum virðingu í hugum annara og svo framvegis. Þannig að þetta er líka eitthvað sem við áhugaverður svona vingill á þessu. En maður getur séð að þetta verður að slitna annars vegar vegna þess að tækni veldur því að við getum lifað lengur. Já. Og það var ekki þannig að margir af þeim sem eru bara síðustu árin hefðu dáið bara miklu fyrr áður. Já, en svo er það líka þannig að það er að slitna úr fjölskyldunni og er að vera smærri og er bara lítil eining og umönnun eldri kynslóðir að einhver leiti hefur ábyrgðin á því verið farið yfir á opinbera eða eitthvað slúðis sem maður getur ekki haldið inni og vegna þess að það er ekki gert þú hefur bara ekki tíma til þess að sinna öldruðum fóreldrum að það er bara ekki gert ráð fyrir því að þú átt að vera svo mikils virði á vinnumarkaði og þannig að það er líka einhvern veginn að slitna í þá áttina sko. Já, og mikill einmannaleiki og sem kemur út af því gríðalegur einmannleiki með aldrasfólks. Já, gríðalegur og það er auðvitað ekki gaman að vera á þeim staði í lífinu einhvern veginn að bara þú þarft á enn meira á hjálpahaldarinn áður og samveru með öðrum og hún er hvergi sko. En er þetta að segja að í slíkri menningu þar sem að þetta slitna svona á milli og þessi við erum komið með svona skrýtnar hugmyndir eigin virði að þá sé kannski ekki tilviljun að hugmyndin dánaraðstoð vakni og fái vangi. Já, ég held allavega að þetta getur verið einn nági af þessari umræðu sko. Þannig að eins og svo margir aðrir hangar þetta er fjölþætt verkefni. Ég er bara að hugsa hvernig maður getur haldið áfram umræðinni virði lífsins án tengsla við dánaraðstoð sem að við erum kannski í einhverjum vandræðum með. Já, nákvæmlega. Hversu við erum. Herðu, Salvör, gaman að fá það hingað. Takk fyrir kærlega. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja lífið sem að við erum að lifa og samfélagið og kannski sjálfa mig. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.